þegar Jesús var spurður hvert æðsta boðorð Gamla testamentsins eða boðorð lögmálsins, þá af fræðimanni, þá svaraði hann, þetta er í Markús 12, hann svaraði í fyrsta lagi að við ættum að elska Guð á okkar öllu, sem það sem við vorum að kofvera í síðustu seríu, síðustu 5 þáttum, og svo sann annað þessu líkt, annað líkt álíka mikilvægt eða næstu jafn mikilvægt í rauninni, eða næst mikilvægast, og það er það að við um að elska náungan eins og okkur sjálf, og það er þessi náungakærleikur sem er bara grunngildi og grunnboð Biblíunnar og mjög mikilvægt sem við ætlum að kofvera í þessum og næstu 5 þáttum eða næstu 4 þáttum. Já. Og felur í sér bara, eins og ég segi, róttækan náungakærleika, og við erum að tala um sjálfsfórn, við erum að tala um að elska allt samfélagi og elska kirkjuna með okkurum hætti, en það felur líka í sér, ekki satt af það að við eigum að elska okkur sjálf, og það ber að meta það rétt á okkar mati, ekki, það má ekki strika yfir það, stróka það út og bara, jú, við eigum að afnýta okkur en við eigum ekki að hata okkur. Nei. Við eigum bara virðingu og elsku fyrir okkur, og svo elska og stuðla til elsku til annara, ekki satt, en Akkurat. Já. Og það er mikilvægt að þegar maður horfir til sjálfsvirðingar að hugsa um það á réttan hátt, af því að það er við erum ekki að það sem við erum ekki að segja er það að við eigum að afneita okkur gjörsamlega og bara eitthvað, við erum bara að reykja í vindinum, skilurðu, og ekki heldur að við eigum að reykja okkur upp að nefnu leyti. Hins vegar er það að við þurfum að horfa til þessi viðhorf sem að Guð hefur í okkar garð. Við erum elskuð, við erum sköpuð í hans mynd, og við erum kölluð til samfélags við hann þráir samfélag við okkur, og það er þessi grundvöllur sem að er fyrir því að við elskum aðra. Þú veist, að við, þú veist, Guð elskar okkur, við meðtökum þá ást, samþykjum hana, og út frá þeirri ást og þeirri virðingu sem við höfum út frá henni, þá elskum við aðra. Já, og það er líka sagt að Guð elskar Guð. Já. Guð elskar sjálfan sig. Við vitum af öllu sem stendur í Biblíunni, hann er mjög fórnandi Guð og gefur, og er ekki kærleikurinn er ekki, hvað stendur í 13, 1:13, hann er ekki það stendur, kærleikurinn leitar ekki síns eigin. Já. Og Guð leitar ekki síns eigin, og við ættum ekki heldur að gera það, en við ættum samt að elska okkur og bera virðingu fyrir okkur, eins og þetta segja. Að því sögðu, þá er það ekki beint punktur í þessu. Hann eiginlega er svolítið að gera ráð fyrir að við elskum okkur sjálf, og elska okkar til okkar sjálfra birtist til dæmis bara grunninn í þegar við hugsum okkar hagur er okkur mjög ofarlega í huga, réttilega. Við hugsum vel líkamann okkar eftir bara hvernig við heyrðum okkur, skilur, yfir daginn, og við viljum að við höfum það gott, bara efnislega og andlega, og viljum hafa vinnu, og það er frábært og ættum að gera það, en sama hag ættum við að bera fyrir náum okkar. Já. Svo er það líka en það er bara ég ætla að skjótin að það er mikilvægt, og við tökum þetta sérstaklega fram af því að þetta skiptir máli. Já. Að það er erfitt og jafnvel ómögulegt að elska aðra ef maður elskar ekki sjálfa sig. Já. Og kannski er maður á þeim stað. Já. Að maður þarf bara aðeins að hugsa um sjálfa sig Það áður en maður hugsa um aðra. Setið súrum skrimuna á yður sjálf. Það er ástæðan okkur að taka þetta fram. Já, algjörlega. Og það er fólk úti sem að hatar sjálf sig, upplifa það að það bara elskar sig ekki, og eins og segja, það ætti að hugsa um sjálf sig til þess að geta líka að hugsa um aðra. Að því sögðu, þá tala ég, og mér langar að tala af reynslu án þess að ég er ekkert feiminn að tala um það, en það er kannski ekki áherslan í dag, en ég hef reynslu að bara andlegri vanlíðan, bara kvíða, mest lítið kvíða, einhvers konar þunglindi, en mest bara svona, óró og ófriður. Stór hluti af því, ekki allir, en einhver leiti bara leið mér illa af utanaðkomandi eða svona aðstæðum, en það hvað ég var upptekinn af sjálfum mér, og bara mjög hreinskilinn akkurat núna, það gerði það bara 2 sinnum verra. Og ég held að rótin að mikilli vanlíðan í dag innan kirkjunar utan er sjálf
sjálfskvara eða að hugsa of mikið sjálfan sig. Þannig að ég mjög sammála og við stöndum fyllilega á því að stundum það bara að hugsa sjálfan sig. Nei, alltaf, maður þarf alltaf að hugsa sjálfan sig og bera virðingu fyrir sér og hlúa að manni sjálfum. Akkurat. En svo finnum maður líka meiri gleði og meiri lífsfyllingu og bara ánægju og frið í því að þjóna öðrum og hugsa haganara. Og það er það sem að við viljum passa okkur á. Við viljum sjálfsást en við viljum ekki sjálfselsku að það með eitthvað sens. Fatti hvert við erum að fara. Og þetta snýst líka það að þau varst að tala andlega vanlíðan og allt þetta að stundum snýst þetta líka það að leyfa öðrum að elska sig. Pottitt, klálega. Það er eitt af því erfiðasta sem að er á ferlinu tilheyri ferlinu að ná bata á þennan hátt og ég tala sjálfur á reynslu og ég er einungis að tala út frá minni reynslu núna, ég er ekki alhæfa fyrir einn eða neitt, að það er það að biðja hjálp. Það er það að hleypa fólki inn og leyfa öðrum að elska sjálf sig í raun og veru. Já. Þannig ég held að bottom line í þessum intro þætti að náungakærleika er það að við eigum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf og til þess þurfum við, að elska okkur sjálf til að geta líka elskað aðra. Já. Og þar er fókusun okkar í næstu 4 þáttum. Akkurat. Og í næsta þætti ætlum við að snúa okkur að Jesú og hvernig hann framkvæmdi þetta og hvernig hann segir frá þessu og leiður okkur inn í hans aðferðafræði, ef svo mátti segja.